Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboxin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við komum víða við að vanda, enda mannlífið fjölbreytt á Suðurnesjum. Við hefjum leikinn í Grindavík en krakkarnir í sunddeildinni sinntu áheita sund fyrir hana Ólafíu Margréti sem fæddist í sumar en hún glímir við krabbamein í augum. Við kíkjum í sundlaugina í Grindavík. Það kannski það styrkur okkar Grindvíkinga þegar eitthvað brjátar á hjá fólki að þá stöndum við saman. Sigurbjörg Ólafsdóttir keyrir stóra trukka og afgreiðir flugvéla eldsneyti á Keflavíkur flugvelli. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti í vinnuna með Sigurbjörgu. Við erum að tala konu í alvöru kallastarfi, eða þannig. Erlendu flugfélögin eru svona sína meiri viðbrögð við því, finnst það skrítið sko. Og margir hafa orðað í að ég sé fyrsta kona sem þeir sjá fjúla flugvél og finnst það bara gaman, áhugavert. Í seinni hluta þáttarins skoðum við hugmyndasamkeppni Ásabyggð, förum í afmæli í Stapanum sem fagnaði 50 ára afmæli fyrir skemmstu og laumumst inn á Hrekkjavöku. En við hefjum leikinn í Grindavík. Ólafía Margrét Ólafsdóttir fæddist í júní síðastliðnum. Litla stelpan ofarlega í hugum margra Suðurnesjamanna þessar vikurnar, en Ólafía greindist með krabbamein í augum við fæðingu og fer reglulega í lyfjameðferð og laser aðgerðir til Svíþjóðar. Krakkarnir í sunddeild Grindavíkur söfnuðu áheitum á dögunum og ákváðu að leggja Ólafíu Margréti og Guðlaugu Erlu móður hennar lið í baráttu þeirra við krabbameini. Guðlaug Erla þekkir vel hvað dóttir sín að ganga í gegnum þessar vikurnar því hún greindist sjálf með sama krabbamein árið 1997 þegar hún var 16 mánaða gömul. Guðlaug missti annað augað og nú með mjög skerta sjón á hinu. Tugir krakka stungu sér til sunds eftir hádegi á föstudag og luku svo sundinu á sunnudegi eða 2 sólarhringum síðar. Þá höfðu krakkarnir sinnt 233 kílómetra og 850 metra í sundlauginni í Grindavík. Áheitasundi gekk vel í alla staði og bæjarbúar í Grindavík tóku sundkrökkunum opnum örmum og lögðu stuðning sinn inn á söfnunarreikning sem stofnaður hefur verið fyrir Ólafíu litlu. Sjónvarp Víkurfrétta fylgdist með sundinu og ræddi við Magnús Má Jakobsson sundþjálfara í lauginni eftir sundið. Já, þetta nú bara þannig tilkomið að krakkarnir voru svona að spá í hvað þau getur gert til að láta gott af sér leiða og akkurat á sama tíma þá var umræða í bænum Ólafíu Margréti að hún væri svona mikið veik og líka mamma hennar hafi verið svona veik líka. Þá fóru þau að spá í sko, hvað þau getur gert til að hjálpa til við þetta. Og þar sem að við erum nú þannig sunddeild að þetta í 3. skiptið sko, sem að þetta gert. Að það sinnt svona, við köllum þetta synda til góðs og krakkarnir voru ofsalega spenntir fyrir því að fara í maraþonsund til þess að geta hjálpa til fyrir þessa fjölskyldu. Við náttúrulega vissum að mamman mjög ung og pappinn náttúrulega líka og það skiptir rosalega miklu máli upp á meiri möguleika með árangur að það sé farið í þessa meðferð sem fyrst. Þannig að það var nú ástæðan fyrir því að við fórum í þetta verkefni og bara svo sé alveg á hreinu að þá kom þessa frá krökkunum sjálfum. Það kannski það styrkur okkar Grindvíkinga þegar eitthvað brjátar á hjá fólki að þá stöndum við saman. Hvernig skipulögðu svo þetta 2 sólarhringa sund? Það nú bara þannig að það var skipulagt þannig að það var alltaf 2 að synda á fyrstu brautinni allan tíman og hver var að synda svona kannski 3 til 4 sinnum yfir sólarhringinn og svo hafði fólk kost til að synda lengur og meira og þau gerðu það flest. Meira að segja ég syndi meira heldur en ég átti að gera og það
Það þarf nú svolítið til að íta svona skrokku sem mínum á stað. Það er meirinn að segja að það synda í 2 sólarhringa. Já, það er gríðarlega erfitt og þó að þetta sé þannig að þau fái hvíld á milli að þá er þetta svo lýjandi sko að þú nærð aldrei almennilega úr þér þreytunni á milli og svo þarf náttúrulega að borða og allan pakkan. Þannig að þetta er dálítið mikið skipulagning og þær hafa alveg séð, þær hafa séð alveg þetta mömmurnar að sjá að krakkarnir hvílist og fá að borða. Svo hafa nú verið almennilegir, pappa skaf okkur eina máltíð og það voru fleiri sem voru að gefa eitthvað. En aðalmáli var náttúrulega að ná í styrkinn fyrir mæðgurnar, þess að litlu stelpuna. Sigurbjörg Ólafsdóttir ákvað fyrir 8 árum að taka meira prófið og reyna fyrir sér sem atvinnubílstjóri. Á þeim tíma var hún einhleypt 2 barna móðir og launin dugðu ekki alltaf fyrir reikningunum. Hún keyrir nú hjá eldsneytisafgreiðslunni á Keflavíkurflugvelli. Við hjá Sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn á flugvöllin og fengjum að fylgjast með þessari kjarnakonu að störfum. Ég var að vinna í snyrtivördeildinni í Fríhöfninni og var orðin einhleyp og með 2 börn og var ekki alveg svona ná endur saman en ég ákvað að skoða í kringum mig atvinnulega að sé hvað ég gæti fyrir að gera til að ná betri tekjum og svoleiðis. Og ég hefði séð á ferminni í Reykjavík að konur eða stelpur verið að keyra vörubíla og annað og fór að spyrja stráka sem ég þekki í þessu hvernig launin var í þessu og sá það væri betra. Þannig að ég ákvað að hafa samband við fyrirtæki í Reykjavík þar sem ég hefði séð stelpur verið að keyra, hvort það væri möguleiki fyrir mig ef ég myndi taka meira prófið, hvort ég væri örugg með vinnu hjá þeim. Og þeir tókur vel í þetta og sögðu mér að taka prófið og koma og keyra á þeim og þeir borguðu. En hvernig var svo með launin? Eru þau töluvert betri heldur en í hefðbundnum kvennastörfum? Í mjög mörgum já, það sem ég hef unnið við. Það er þetta betur borgað og virkað betur fyrir mig. Það mér finnst og ég sé ekkert eftir að hafa gert þetta. Mjög skemmtilegt starf og skemmtilegt fólk sem ég hef unnið með. Þannig að þú mælir með að áhugasamar stelpur pröfu þetta? Já, alveg öruggt að pröfa þetta og skella sér í þetta. Ef það er eitthvað að velta þessu fyrir sér og eitthvað órugga með að hrætta við það, bara skella sér í þetta og pröfa og það sé ekki eftir í. Og hvernig gengur svo fyrstu dagarnir sem atvinnubílstjóri? Það gekk bara vel. Ég var á 4 axla mann hjá fyrirtækinu sem ég fór að vinna hjá fyrst klæning og það bara gekk svona vel og maður var óryggur fyrst og það voru allir bónir á búðina, aðstoðmann og leiðbeinamenni og sýna manni réttu tökin og það gekk allt upp bara. Mikill meiri hluti atvinnubílstjóra eru karlar og verður fólk stundum hissa að sjá Sigurbjörgu keyra eldsneytisdrukkum flugvöllin og dæla á flugvélarnar. Og hérna hjá eldsneytisafgreiðslunni á Keflavíkurflugvelli þá ert þú eina konan. Hvernig er það? Það er bara fínt. Það er komið fram við mig eins og hinna. Það er ekkert öðru í sig og það bara gengur allt rosalega vel. Og ég hvet stelpur til að sækja á næsta ári. Það er verið að auka hjá okkur og það vantar alveg fleiri stelpur. Konur gengur bara vel. En hvernig er eins og þegar þú ert hérna úti á flughlaði að keyra? Verður fólk stundum hissa að sjá konu undir stýri á svona stórum trukk? Það voru alveg fyrst, þessi sem eru að vinna hjá hlaðdeildunum og flugvirkjandur þannig voru hissa fyrst, en ég er ekki fyrsta konan sem vinn hérna hjá þeim. Ég er 4. í þessu fyrirtæki, en þeir svona voru hissa fyrst, en annars eru vanir. Erlendu flugfélögin eru svona sína meiri viðbrögð við því, finnst það skrítið sko, og margir hafa orðað í að ég sé fyrsta kona sem þeir sjá fljúga flugvél og finnst það bara gaman, áhugavert. Geturðu lýst fyrir okkur hvernig svona típiskur vinnudagur hérna á flugvellinum er? Já, við byrjum klukkan 6 á morgnana, eða þegar mæti fyrsta vakt á morgnana, þá komum við inn og náum okkur í nótu í vél sem á að fara að fjúla og við fáum hana hjá vaktstjóra. Svo förum við út í þá vél og tengjum okkur í og svona getur verið svolítið tarni frá svona 5 á morgnana til 7-8 morguninn. Svo kemur svona rólegra svona fram að 2 og svo eftir það er svona 2 til 5, 6 er svolítið tarnir. Þetta svona skiptist aðeins niður. Og svo á kvöldin, sérstaklega á sumrin, þá er svona 11-leytið, þá getur líka komið svolítið törn líka. En hvernig er þetta starf? Er þetta líkamlega erfitt? Þetta getur tekið rosalega á. Þetta eru þungar brunnhausarnir sem eru á bílunum og slöngunar og annað sem fer upp í vélina.
þetta þungt, en bara ef maður beitir sér rétt og næri réttu tökunum strax, þá þetta svona þægilegra og léttara sko. En hvernig þetta á þessum trukkum sem við erum að keyra? Eru bakkmyndavélar? Ekki á þessum sem eru eins og þessi sem eru hér, það ekki bakkmyndavélar, má ekki bakka í kringum flugvélarnar. Sama hvaða tæki það eru, það á ekki að vera bakka nema undir leiðsögn. En það í stóru olíutrukkunum, trailerunum hérna úti sem eru með bakkmyndavélar. En það ekkert, við bökkum aldrei í kringum vélarnar. Það bara. Og hefur ekkert lent í svona fyndnum uppákomum? Já, ég hef gert það. Ég kom inn á stóru trukkunum hérna hjá okkur og kem að engavélinni frá. Og hann hefur greinilega ekki tekið eftir í flugmaðurinn þegar ég kem á bílnum. Og svo vélin opnuð, ég fer borð og spyr hvort að hann vilji fá eldsneyti. Og hann setur hendina að mér svona, wait a minute, I will talk to a guy myself. Og ég bara brosi og labba bara út og hann fer að tala í tollinn hann og svo fer hann að rölta og kíkja í kringu sig og athuga vélina og fer síðan að huga að þessum sem átti að fara að dæla eldsneytið. Og kíkir undir vélina, kíkir síðan upp í trukkinn, lítur á mig og glottir, so you're the fuel guy. Honum fannst það mjög skrítið að þetta hefur verið kona sem kom á þessum stóra bíl. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Nýtum allt og spörum. Nettó stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina, við eigum bara eina. Nettó. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Komið sæl aftur. Úrslit hafa verið kynnt í samkeppni framtíðarskipulag íbúðabyggðarinnar Ásabyggðar á Ásbrú. Þaðan liggur leiðin okkar í Stapan sem fagnaði 50 ára afmæli á dögunum. En við laumum okkur líka í Hrekkjavöku í Njarðvík og á Ásbrú með öllum krokkunum. Já, það verður skemmtilegt. En við hefjum leikinn á hugmyndasamkeppninni Ásabyggð. Félagið Ásabyggð EHF sem áður hét Háskóla Vellir efndi til hugmyndasamkeppni í samstarfi við Arkitektafélag Íslands breytt skipulag og nýtt heildar yfirbragð byggðar og bygginga á íbúðasvæði félagsins að Ásbrú í Reykjanesbæ. Íbúðasvæðið hefur hlotið nafnið Ásabyggð. Í keppnislýsingu sagði að meginmarkmið keppninnar að skapa nýja ímynd fyrir íbúðasvæði sem byggir á einföldum en hugvitsamlegum aðgerðum sem beita má í skrefum til að ná settu marki. Ímyndin og yfirbragðið þarf að byggja á hugmyndafræði sem tekur á meðal annars skipulagi svæðisins, umhverfis og búsetugæðum, mannlífi, útliti og litavæli bygginga, gróðri og skjólmyndun, merkingum samgöngu ásum og hverju því sem þáttakendur telja að geti stutt við þá ímynd sem leitast eftir. Í keppnina bárust 6 tillögur og voru 3 þeirra verðlaunaðar. Fyrstu verðlaun voru 1800.000 krónur, önnur verðlaun 900.000 og tillagan í þriðja sæti hlaut 500.000. Tillagan sem fór með sigur af hólmi var unnin af A2F arkitektum, Bark og Landmótun. Dómnefnd var sammála að tillaga þeirra gerði mest til þess að skapa sterka heildarmynd og ímynd fyrir svæðið með aðgerðum á bæði stórum og smáum skala.
Hugmynd grænt belti sem bindi svæði saman og þjónustukjarna í miðju þess sterk og eins hugmynd þéttari byggð. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við Ingva Jónasson, framkvæmdastjóra Ásabyggðar, hugmyndasamkeppnina og hvernig unni verði með þær tillögur sem bárust. Segðu mér fyrst, af hverju ákveðu að ráðast í þessa samkeppni? Okkur langaði núna að byrja dálítið skemmtilega vegferð að reyna að koma á stað svona ákveðinni endurnýjun og breytingu á umhverfi og húsa og á húsunum sjálfum. Og draumurinn okkar að ráðast í framkvæmdir á næstunni og næstu árum til að umbreyta hverfinu þannig að við breytum lit og lögum nánasta umhverfi og þess vegna ákveða að fara og fá aðstoð í svona samkeppni að fá ferskar og góðar hugmyndir. Svæðið hefur verið svolítið svona einsleitt. Það frekar einsleitt og það hefur kannski ekki mikið verið, eða nægilega mikið verið gert til þess að til dæmis bara breyta lit og laga umhverfi. Þetta eru fínar byggingar og góð hús en þau eru öll svipuð og það skiptir miklu máli að búa til svona nýja ímynd fyrir svæðið. Hvað kom út úr þessari samkeppni ykkar? Þetta kemur bara mjög skemmtilegar tillögur, allar 6 tillögunar hafa eitthvað fram að færa og þær eru að tala ákveðna tengingar inn á svæðinu, þeir eru að tala ákveðna breytingar á húsum, þetta liti og nánasta umhverfi. Þannig að ég held að þetta sé bara fína tillögur og verður mjög gaman að skoða þær nánar núna í framhaldi. Og hvernig ætlið þið svo að vinna með sigur tillöguna? Við höfum náttúrulega eftir að skoða það, við erum bara að sjá þetta núna og núna þurfum við að skoða og meta næstu skref og vonandi ná að setja eitthvað þessu framkvæmd á næstunni og útfara. Íslendingar taka við þessu svæði hérna fyrir tæpum áratug síðan og síðan þá kemur náttúrulega hrun og þið finnið fyrir því en það stefnir svona í nýtt upphaf hjá ykkur núna. Við erum að vona það, við okkur langar að fara eins og segja að breyta og bæta og setja enn meiri kraft í það. Þannig að við vonum og líka að það verði ákveðna breytingar hérna, þannig að það verði meiri fókus á þetta svæði innan sveitarfélagsins. Þannig að það svona okkar draumur. Þið sjáuð ennþá mjög mikla möguleika hérna? Það eru mjög mikli möguleikar og hérna náttúrulega eru gífurlega miklar byggingar. Hérna búa örugglega yfir 2000 manns eða 2000 manns. Þannig að þetta er nú með bara stærri kjörnum. Þannig að það eru mikil tækifæri. Sjáuð þið fyrir ykkur þið séu eitthvað að fara að byggja hérna á svæðinu? Nei, það er nú ekki alveg forsendur til þess núna teljum við, en vonandi kemur það því það verður öllum til góða þegar menn ná að byggja nýtt á svona svæði. Það verður mjög spennandi og þetta er náttúrulega framtíða byggingarland bæjarins. Það verður mjög spennandi að fylgjast með því. Félagsheimili Stapi í Njarðvík var vígt 23. október 1965. Þess var minnst með afmælishófi í Stapa á dögunum þar sem bæjarbúum var boðið til afmælisveislu á þessum tímamótum. Byrjað var á framkvæmdum við Stapa í september árið 1958. Ungmennafélag Njarðvíkur og Kvenfélagi Njarðvík höfðu þá safnað í húsbyggingarsjóð í 9 ár en aðal tekjulind félagana voru skemmtanir í krossinum. Myndað var sameignarfélag byggingu Stapans og áttu Njarðvíkur hreppur og skátafélagið Víkverjar þar fulltrúa, auk ungmennafélagsins og kvenfélagsins. Í 70 ára afmælisriti UMFN kemur fram að húsið hafi verið 1300 fermetrar að gólfleti, teiknað af Sigvalda Tordarsinni. Ákveðið var að fara þó leið í smíðinni að semja við iðnaðarmenn í stað þess að fara í útboð og skilaði það lægri byggingakostnaði. Húsið var því að mestuleyti byggt af heimamönnum og tók smíði þess í heilt 7 ár og var kostnaður 10 milljónir króna á þáverði. Við vígslu félagsheimilisins 23. október 1965 var greint frá því að nafn þess væri Stapi. Stapi er nú einn hluti hljómahallar ásamt Rocksafni Íslands og tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Tónlistarmaðurinn Valdimar kom fram í afmælishófinu ásamt Ásgeiri Aðalsteinssyni gítarleikara, Hilmar Hafsteinsson körfuboltaþjálfari hjá UMFN í áratugi og stjórnarmaður ávarpaði samkomuna og rakti meðal annars byggingasögu Stapans og hvernig samtakamátturinn var í bæjarfélaginu við byggingu hússins. Þá flutti Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri ávarp. Fáum smá tóndæmi frá Valdimar þar sem hann syngur vinsælt lag og texta eftir Karl Hermannsson en það er eina lagið sem vitað er þar sem Stapa er getið. Ég bauð þér upp í bílinn, ég blístraði á skrílinn, ég held ég hafi aldrei lent í öðru eins. Léttur í lundu, ég lagði
skaut þar að. Ég bauð þér á ball í Stapa, á því var engað tapa. Ég held ég hafi aldrei lent í öðru eins. Gaman að koma í Keflavík, kvöldin þar þau eru engu lík. Í sveitinni þeir eiga engin slík. Léttur í lundu ég lagði af stað, á sömu stundu þér skaut þar að. Ég bauð þér á ball í Stapa, á því var engað tapa. Ég held ég hafi aldrei lent í öðru eins. Gaman að koma í Keflavík, kvöldin þar þau eru engu lík. Í sveitinni þeir eiga engin slík. Léttur í lundu ég lagði af stað, á sömu stundu þér skaut þar að. Ég bauð þér upp í bílinn, ég blístraði á skrílinn. Ég held ég hafi aldrei lent í öðru eins. Ég held ég hafi aldrei lent í öðru eins. Fjölmargir popparar stigu sín fyrstu skref í Stapa. Félagarnir Jóhann Helgason og Magnús Þór Sigmundsson rifjuðu það upp í sjónvarpið Víkurfrétta þegar Hljómahöll var opnuð á síðasta ári. Og þið margar góða minningar hérna á Stapanum með þetta? Já. Spilað oft? Já, spilað oft og skemmt sér hérna áður en að maður fór að gera þetta einhver alvöru að stúdera tónlistina, sko. Já. Er það ekki bara hér einhvers staðar, akkurat sem ruslatunnan var, þegar við sömdum hérna Mamma gefur mig grásleppu? Já, allir ekki, já. Það hefur verið, við sátum upp á ruslatunnan lokunum hérna. Já. Áræðanlega. Það var stapinni hérna, sko. Stapan, sko. Já, þetta var hér. Utan eldur. Þar voru ruslatunnur og við vorum að bíða eftir lyklum frá Óla. Já, Óla Hreppstjóra. Og þá samdi ég þetta frábæra lag, Mamma gefur mig grásleppu. Halloween eða hrekkjavaka nýtur æ meiri hylli hér á landi. Sumir fussa og vilja meina að siðurinn sé amerískur, meðan aðrir hafa bent á að hrekkjavakan eigi sér í raun djúpar íslenskar rætur og sé íslenskur siður og rakinn til heiðinnar hátíðar. Á hrekkjarvöku klæðast börn og fullorðnir hræðilegum grímubúningum. Börn ganga hús úr húsi og bjóða grikk eða gott og fá þá yfirleitt selgæti að launum fyrir að gera ekki óskunda. Ofan flottu. Grikk eða gott. Ég þóri ekki að þetta er gott. Þetta er stór hættur. Grikk eða gott. Grikk eða gott. Við óvísindarlega samantekt sjónvarps Víkurfrétta þá virðast íbúar Njarðvíkur og á Ásbrú í Reykjanesbæ hafa verið fyrstir til hér suður með sjó að taka upp siði hrekkjarvökunnar. Þau heimili sem vilja taka á móti hrekkjáttum börnum eru merkt þannig að þar loga kertaljós við innganga og oftast í útskornum graskerjum. Börnin í hverfinu gátu því bankað upp á mörgum stöðum síðustu helgi og fengi gott í stað þess að vera með grikk. Síðar kvöldi mátti sjá fullorðna fólkið á skemmtustöðum í búningum og með andlitsmálingu í anda hrekkjavökunnar. Með fylgjandi myndskeið tók myndatökumaður sjónvarps Víkurfrétta í innri Njarðvík og á Ásbrú þegar hrekkjavakan stóð sem hæst.
fyrir áhorfið minnum við á aðra fríska miðla vikufrétta. Prentútgáfuna, vff.is sem með daglegar fréttir frá mannlífinu og atvinnulífinu hér á Suðurnesjum, fyrir kylfingana á kylfingur.is og þá minnum við ykkur á eldri þætti sjónvarps vikufrétta á YouTube rásinni undir heitinu Sjónvarp vikufrétta. Við þakkum fyrir okkur, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl. Nýtum allt og spörum. Nettó stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina, við eigum bara eina. Nettó. Vertu velkomin á Rock Safn Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.